Dagbjört sú eina innan ríkisstjórnarinnar sem hefur barist gegn samningnum við Kína. Hún líka eini ráðherrann sem sendir mér tvírað SMS á nóttunni. Þú sagðir að vera alvarlegt. Ég held að... Stella. Ekki hér. Það ekki að tekið smá pásu. Ekki hér. Stella, þetta bannað. Allt bannað? Ég var að koma að fundi í kínverska sendiráðinu. Maður að nafni Guo Dai veit allt myndböndin í bláu töskunni og bauð mér gull og græna skóga fyrir þau. Og hverju svaraði þú? Ég ekki búin að svara. Allavega ekki endanlega. Þú mátt það ekki. Kynlífs- og svallmyndbönd af Sverri forsætisráðherra á félögum. Hann mun eiga þá. Já, ég var búin að pósta því saman. Þú getur verið í stór hættu. Ég átti mig á þetta vesenin. Stór hætta. Við erum á Íslandi. Ekki vanmynda hvað þessi maður getur gert. Hann nýtur diplómatafriðhelgi og ríkisstjórnin svo umhugað innan helviti samning að Kínverjarnir komast upp með hvað sem er. Sástu þess sem kom út frá mér áðan? Þetta sá hluti íslensku samninganefndarinnar sem stendur ennþá í lappirnar. Ég þarf að hitta þær daglega til þess að stappa þér stálinu. Út af Guo. Hann liggur á þeim, grafandi upp einhvern skít til þess að nota gegn þeim. Þær eru allar að brotna. Af hverju gerir þú ekki mál úr þessu? Lekur þessi í fjölmiðla? Vegna þess að myndingin þóra að bakka mig upp og staðfesta þetta. Þetta væri afsökunin sem að Sverrir þyrfti til að henda mér út úr ríkisstjórn. Ekki nú að þú láti mig fá myndböndin. Ætla aðeins að hugsa þetta. Stella, passaðu þig.